Hæ, ertu að gera eitthvað? Ég prófaði þessa áhugaverðu bekkislípara frá Triton. Það augljóst af upprunalega nafninu Palm Sander að hún ætluð fyrir eina hönd, bókstaflega í lófa. Því bæði stærð, þyngd og lögun, aðlöguð. Þetta vissulega dálítið sérstök lögun en gagnleg. Það allt gúmmíúðað, svo það gott að halda á því og það rennur alls ekki úr greipum. Af hverju einhönd? Ef þú vilt vinna, eða þarft að vinna með annarri hendi eða í þröngum rými, þá það augljóst að þú ekki að slípa eitthvað sem liggur, heldur stendur, eða jafnvel fyrir ofan höfuð, þá nýtur það að hún lítil og létt. Nýlega nota ég hana því ég var að gera kantista, út gegn heilum viðar, crossfit-hluti. Og auðvitað á endinu, þar sem það stóði, þá var ég að hugsa hvernig ég gæti slíkt, hvað það, og með þessari gekk það alveg fullkomlega. Breidd beltisins 64 millimetrar og lengd þess 406 millimetrar. Það aðeins 3 belti með grófleika 80, 100 og 120. Auðvitað möguleiki á mikið, beltisins, og hér óvirkt útsett. Það þýðir að það hefur ekki sinn eigin viftu sem myndi blása sæginu út. Þú þarft að tengja ryksugu við það. Ef þú tengir það ekki, gerist ekkert. Það mun ekki fljúga alla verkstæði, en það mun auðvitað safnast til. Annars virkar útsogið frábærlega, því strax hér á bak við slípunarflötu stór rauðbönd, leiðir sæginu. Stærð slípunarflatarins 60 og 4x90 millimetrar. Og það sem mikilvægt hraði beltisins, 340 metrar á mínútu. Það virkilega nokkuð hraði. Þegar ég skoða einhverja sambærilega slípara, vakti ég raun aðeins á upp, sem líklega ekki lengur til sölu. Og sá slípari var, í fyrsta lagi næstum 2-falt dýrari, í öðru lagi 3-4 kílóum þyngri, sem nú þeirra smá vandamál, því þessi 2 kíló svona eins og mörg. Hún hafi vissulega aðeins meiri aftur, en það bil helmingi minni hraða á bekkin, svo ég held að hún hafi ekki slípað mikið, á meðan þessi slípar virkilega frábærlega. Svo eins og ég segi, lítið þyngd, þétt stærð, frábært grip og sann, mikið, slípunargeta. Bara varúð. Hefðbundin slípur okkur, hefur rofa sem þegar þú ítir á hann, þá gengur hann. Þegar þú sleppir honum, þá gengur hann ekki. Hér það aftur undirgefið eignarhanda stjórnun. Það hér sérstakur verkefni. Slapp, heitt. Þegar þú setur það í umstöngum, verður vissum að það sé í slökkt stöðu eða að slípur okkurinn liggi til dæmis hér á hugan. Því á því augnabliki að það væri kveikt og það lægi til dæmis einhver staðar á vinnuborðinu. Og þú tengir það í umstönguna. Veistu hvað gerist þá? Það skýtur fram á hraða 340 metra á mínútu. Einmitt. Það nær ekki langt, eða það bil 3 metra. Það lengd á rafmagnssnúrunni. En það ekki alveg skemmtileg óvænt uppákoma. Ég hef sjálfur upplifað það á eigin skinni. Það í raun á hagstæðu verði. Og hvað var þar? Einhverjar aðrar upplýsingar. Skoðu tengilinn. Undir myndbandinu. Takk fyrir að horfa. Hafið það gott. Og gerið eitthvað.